Baltasar fyrir leikskólann. Nei. Já, herðu, þá erum við búin að skutla Baltasar í leikskólann og ég verða að viðurkenna að það var erfitt að fara núna út af því að leið og hann fattaði að ég var að fara þá bara vildi hann knúsa pappa sinn og vera hjá pappa sinnum og smá að gráta og svo fór ég bara út, ógeðslega erfitt. Það er fáránlega erfitt að fara frá barninu þínu sem grátandi og vill bara hafa þig en svo beið ég fyrir utan í svona 2 mínútur og þá var hann hættur að gráta og var hann að leika sér þannig að hún var þannig sér drull sama ég væri farinn en ég er komin hérna fyrir utan vörklass ætla að henda mér á æfingu svo ætla ég að tala við ykkur varðandi þessa áskorun og þessa refsingar sem þið þurfið að finna og skrifa niður þannig að þetta er basically þannig að ég þarf að koma mér undir í 90 þú veist 90 sleppur en undir 90 er geggjað áður við förum í 200 subscribe hér á YouTube og þetta er eiginlega alfarið þið hversu mikið þið viljið að ég geri einhverja refsingu sem þið kommenti fyrir neðan já, þannig að þú veist endilega bara skrifið þannig sé hvað sem er og þú veist eina sem ég er ekki að fara að gera ég er ekki að fara í flugvél og ég er ekki að fara að stökkva úr flugvél fyrir þetta það er ekki séns en já, bara já, þannig að þetta er eiginlega svona spurning með valdið ykkar sko ég held alveg örugglega að ég sé 98 kíló allavega þegar ég fór á þessa ógeðslegu vikt í gær hérna í vörklass þá var ég 98 kíló ég held að ég hafi bara aldrei verið svona þungur og í lélegu formi þú veist, ég held að ég hafi alveg náð þessari þyngd sko þá var ég töluvert kjötaðari en ég finn alveg að þessi þyngd er að bögga mig þú veist, svona varðandi af anda og svona þannig að það er alveg nauðsynlegt að ég drullist til að koma mér í betra form og já þannig að bara takk aðeinslega fyrir að horfa takk aðeinslega fyrir að koma alltaf og fylgjast með mér og fjölskyldunum minni mér þykir ótrúlega vænt það og komment eru rosalega vel þeim mér finnst ótrúlega gaman að heyra í ykkur og sérstaklega að spjalla við ykkur á móti og já þetta er bara virkilega fallegur og góður dagur svo náum við í Baltasar á eftir þegar leikskólinn er búinn mér finnst ennþá svolítið skrítið að hann er orðinn svona gamall að hann er farin í leikskóla og já herru þá er ég búinn á æfingu er creepy að ég legg bílnum frá leikskólanum sem drengurinn minn er í og ég sé að fylgjast með honum hann er þarna að leika sér ég held að ég sé búinn að finna hann er það creepy ég bara sakna svo mér langar svo að vera með honum og leika við hann og fáránlegt hvað maður saknar stráksins mikið með að við það að hann er bara þarna í smásnund þú veist þetta er ekki langur tími og ég er búinn að vera með honum sko endalaust lengi sérstaklega eftir ég hætti að vinna það sem ég er að vinna þá er ég og strákunum minn bara búin að vera saman alla daga, öll kvöld, alltaf. Pappa hjarta, sko. Þannig að fyrir ykkur sem eigi börn, eigið þið öllum tímanum sem þið getið með börnunum ykkar út af því að börnin skipta öllum máli og það er bara fáránlega hvað maður saknar strax mikið sko. Svo bara, þú veist eftir nokkur ár þá var hann allt í einu komið með bílpróf og vill ekkert með þið hafa sko, og þá var hann orðinn töffari sko. Ég verð að viðurkenna mig kvíði fyrir því en shit sko. Ég ætla að fara að koma mér heim, fá mér shake og já, knúsa konuna mína og Benjamin.
3:30, Benjamin sofandi. Ég steingleyma ykkur Sonja og Balli kom í heimsókn og voru sem sagt að spjalla við okkur varðandi heilsuna og hvernig er best fyrir okkur að ná þeim settum markmiðum sem við ætlum að ná. Og Baltasar búinn í leikskólanum núna klukkan 4 þannig ég þarf að vekja Benjamin og Anita að vinna og landsleikurinn núna á eftir og mér döðlangar að horfa á hann en ég þarf að fara og ná í Anitu þannig ég næ seinni hálfleik og já, mér langar bara svona tjá ykkur hvað búið að gerast og já, ég búinn að fara á æfingu fór á æfingu þegar ég var búinn að skutla Baltasarinn á leikskóla og já, annars bara lífið awesome og frábært og magnað og geggjað og bara allt. Góðan daginn, það komið nýr dagur. Þó að þetta sama bloggið sem ég byrjaði á þá var ég ekki duglegur í gær og mér finnst það bara mjög leiðilegt. En ég ætla að halda áfram. Ég er komið núna fyrir utan vörklass aftur og byrjuðu þennan dag. Miklu fallegri dagur í dag. Miklu fallegri dagur í dag, maður. Ég var að ræða það eða? Ísland vann í gær. Bara til hamingju Íslandingar fyrir 2-0 sigur og mikið óbáslega gaman að fylgjast með leiknum heima og já, ég ætla bara að henda mér á æfingu. Ég ætla að drullast til að fara á viktina og fá tölu þannig að við vitum þessa blessuðu þyngd mína og já, ég svona sko ástæðan fyrir að ég ekki búinn að gera það og ekki búinn að posta ekki bara búinn að gera það að ég drullur hræddur við það og já, það bara svolítið svoleið sko djúvill mikil sólmaður, það 11 stiga hiti helvíti fínt veður maður en ég akkurat núna ekki að nenna að fara inn í vörklass og þetta bara svona einn af þeim dögum mér langar bara að vera úti að leika með þér og eitthvað en ég ætla að henda bara á æfingu, taka brennslu, hlaupa eins skemmtilegt og það er að hlaupa á einhverju bretti, það fucking leiðilegt en stundum þarf maður að gera það til að koma sér í betra form stundum þarf maður að gera hluti sem maður nennir ekki að gera til að fá árangur og gera það sem maður vill gera aðeins að þrífa svo riku og eitthvað ógeðslega myndavælum Þetta hendur mér á æfingu þá erum við komin heim og Anita og við erum að fara að taka hárið af Benjamin Hvernig líst þér á það? Perfektur Já, þannig að þetta eitthvað sem mig langar að eiga þannig að, do it Sjá hvað þetta Hann svona eins og Donald Trump Danni Ok Á ekki að stilla bara Hvor kör þarna? Hann sem sagt eins og munkur, hann ekki með neitt inn og ofan á, hann með fullt af hliðunum. Þú þurfum að eiga þetta. Já. Þú setur hann ekki bara í barnastofunni. Hann aftur ykkur. Ég veit ekki að hætta. Sjáu þetta. Sjáðu! Affarið. Það var allt farið. Hvað fáum við mörg skilaboð yfir því að við erum ömurlega á að tekja hárið á honum? Ömurlega? Nei. Já, svo mikið eitthvað, ó, barnahárið er svo. En það sem við gerum núna er að fyrstu hárin hans, þessi, við geymum þau. Þannig að þegar hann er eldri, ef hann hefur áhuga á því að hann sjá barnahárin sín,
þá mun mamma þín, Benjamin, hún ætti að vita hvar hárið þín eru. Ekki spyrja mig. Ég á pottet eftir að ekki vita hvar þið eru. Og já. Sáttur. Wow. Sáttur. Sjáu þið hérna. Wow. Wow. Og út af því að við erum í stuði, þá ætlum við að stimpla hún úr löppina og setja í bókina og við eigum eins með Baltasar. Þannig að ég veit ekki hvernig við erum að gera þetta meðan ég held á. Þetta ekki til í þetta? Skallapópari. Og ég... Og dúm, skilur mig. Já. Ertu með... Ertu með kameruna? Já, hún er í gangi. Ok. Ég reyndar náði ekki dúm, en það hefði verið gott sko. Já. Æ, þú vatna. Hvað? Þú voru að gera þetta almennilega. Oss og boss og sjá hvað þetta er lítið eitthvað. Og allt. Herðu, þetta heppnaðist í fyrstu. Þetta heppnaðist í fyrstu. Nú voru það að þrýfa. Ég verður fyrir styrtu, þannig að ég já. Það ekki að taka hendina á honum. Jú. Já. Og hvað þú er duglegur og hvað þú er með litla sæti táslur. Ert þú með svona litla sæti táslur? Já. Nei! Og bara, hvað er þetta? Þetta er eitthvað blautt og ógeðslegt. Svona. Ok. Tilbúin. Þá er það hendin. Ekki hægri líka? Jú. Það verður erfiðara. Út af því að hann hefur meiri svona... Ok. Þetta verður eitthvað. Þetta var creepy þetta, ok. Ok, 1, 2 og sleppa. Wow. Nei. Æ. Já. Hvað er alltaf hérna, uppi? Já. Það er að opna hendina á hann. Svona... Og burtu. Það vantar 2 buta. Allt í lagi. Benjamin, það vantar bara átið 2 puta. Það segja að þú verður eldri, það fara bara munið sér vaksa. Já. Ég er ekki að meiða hann eða halda að ég sé að... Þú veist, ég hef alla halda. Tekur hendina. Já, herru, þá erum við komið fótafærið hans. Við áttum reyndar að gera þetta þegar hann var 5 mánaða, en hann er í... Já, þú settir svona á... Hérna er þetta fótafærið hans. Og handafarið, það vantaði hérna litla butta og hinn butta. En annars er þetta bara... Þetta gekk betur með Benjamin frekar en Baltasar. Baltasar, hann er með fótalappi á nokkrum stöðum. Já, það þurfti nokkra tilraunir. Já. Benjamin er að fara í sturtu með mömmu sinni og svo... Baltasar er á leiðinni heim og Anita var að senda mér snapp að hann er búinn að vera að segja pappi alla leiðina heim. Ég ætla að stilla myndavélina og ég ætla að taka upp viðbrögðin hvort hann leipur til mín eða kemur ljós. Tjekkum á þessu. Ok, hann er að koma núna. Ég er fáránlega spenntur. Tjekkum á þessu. Baltasar, hæ! Komdu. Hvað sagði? Ég sakna þín. Herra, Anita og Baltasar fóru í hagkaup áðan og voru að kaupa stígvél á Baltasar, svona fyrir veturinn, og fyrir klinkið sem Baltasar fékk í budget. Hann valdi þetta sjálfur, eða ekki? Jú. Hann valdi þetta sjálfur. Þetta er sjálfur. Já. Nei, það er svona. Svona. Og svo svona. Svona. Vá. Það sýna pappa hvernig hann keyrir. Búp búp. Vá,
Vá, er þetta svona flottu bíl? Sleppa. Vá! Já, hann er rosalega svona bílakall. Hann hefur mikinn áhuga á bílum og öllu svona með tökkum og ljósum og eitthvað svona dóti. Svona háa þess ekki. Hann er flottur. Res. Herru, þá var komið að kvöldmatt og Anita fór auðvitað í kjötkompanið og ungversk gúlasúpa verður í kvöldmattinn og hún er ógeðslega góð. Og þetta brauð hérna, jam, jam, jam. Já, þannig að við ætlum basically að henda gúlasúpunni bara í öppan og svo ætlum við bara að geta. Hæ, ert þú svona ossalega sætur? Hæ! Já, þannig að þetta verður kvöldmaturinn okkar í kvöld. Þannig að... Það er að gera böð við hann. Baltasar. Gera böð. Hann hættir allt. Ef við tökum upp myndavélarna. Það er að gera böð. Já, nú klukkan er allt og margt. Strákarnir fyrir að sofa, við erum að fara að sofa, þannig ég ætla að enda þetta í dag. Takk æðislega fyrir árið. Myndið þú frábær, þú getur gert allt sem þú vil. Sjáumst á morgun, njóta lífsins, takk fyrir mig, bye bye.